Gátum við halda áfram hérna í föstudagsþættinu sem við tökum upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. En næst ætlum við að tala aðeins það sem í boði á Akureyri. Það ýmislegt hægt að gera hérna og reyndar mun meira heldur en maður áttar sig bara á sem heimamaður. Og við ætlum bara aðeins að fá ykkur tvö hérna frá Akureyrarstofu til þess að fara yfir þetta allt saman. Það auðvitað vetrarfríin, svona mestu búin og mikið af ferðamönnum sem voru að koma hingað þá. Svo sem færðin alltaf eitthvað að stríða okkur og fólk svona hálfpartinn að kveikja sig við því að ferðast hérna á milli, en það ekki búið að vera auðvelt. En það vantar allavega ekki framboðið af afþreyingu þegar fólk mætt á svæðið eða hvað það skuli? Nei, hún bara allt að gerast. Fór á frumsýningu á Fiðlaranum á þakinu fram í Frevangi í gær og svo verið að frumsýna Lísi í Undralandi í kvöld og hérna fullt af tónleikum og skemmtilegt. Höfum daldar áhyggjur af snjóleysi upp í fjalli, það var horfið til vandræða þarna tíma og svo bara rættist úr því, kom blessaður snjórinn. Blessaður, hann ekki allir sem blessa hann þessa dagana. Nei? Mér finnst það alveg nauðsynlegt að hafa snjó, mér finnst það að maður verið svo, þegar snjórinn hvarf þarna daginn og allt var svona dimmt og drungalegt. Reyndar. Það má líka samt bara kannski halda sér, ekki vera sér umhleypingar. Kannski haldst það. Það er styrkur. En það ekki nóg með að það sé stórgóð sýning í Frevangi. Ég er búin að heyra góðar sögur af frumsýningu að minnsta og spenningu fyrir Lísi í Undralandi í kvöld sem við fjöllum á eftir. En það ekki nóg með þetta allt saman. Það náttúrulega Hlíðarfjall og mikið framundan þar. Vetrarhátíð. Já, núna verður slegið til enn stærri hátíðar. Það dagana 7. til 14. mars. Þá verða íslensku vetrarleikarnir. Þetta hátíð sem var fyrst haldin í fyrra, en hún verður stærri í ára því að núna sláum við saman hátíð sem hefur verið haldin hérna í nokkur ár sem heitir Éljagangur og þarna verða tvær hátíðar slegna saman í eina og það verður nóg að framboði bæði fyrir þá sem vilja taka þátt í keppnum og svo þá sem vilja bara njóta lífsins, prófa að fara á snjósleða eða gönguskíði, gönguferðir og svo framvegis. Þannig að þetta ekki bara fyrir þá allra bröttustu að keppa í vetrarsportinu sjálfu? Nei. Þetta fjölskylduhátíð líka. Þarna verða höskjuhundar, það snjókallinn, þetta fyrirbæri sem við höfum. Það sem að nefinu afstólið? Já, það svona ákveðið vandamál, já. Ég alveg ótrúlegt aðdráttur á. Já, það verðist vera alltaf jafn fyndið á laugardagsnóttu. Við höfum þurft að grípa til þess þeirra varða ráðstafana að eiga auka nef. Já, í ljósi aðstæðuna. Já. En hann alltaf vekur alltaf lukku. Hann var það ekki á samkomuhúsinu síðast, hann var alltaf niður í bæ. Jú, og það stefnan eftir núna. Já. Og eitthvað svona minni hætta á þessu þar kannski? Já, og svo bara nýtur hann sér vel fyrir framann flotta byggingu og með kirkjunni í bakgrunn og þetta bara gott svæði og vonandi náðu kannski að gera hans meiri í kringum snjókallinn í ár. Það kom svolítið skemmtileg hugmynd daginn sem að kannski má segja frá. Það að í staðan fyrir þeirra snjóar að moka alltaf snjónum í sjóinn. Já. Mókunum þá á einhverja staði þar sem að hægt að gera eitthvað úr honum að nýta hann og ein hugmynd var að búa til svona snjóþotu braut, búa til kannski snjóþotu dagfjölskyldunar og kannski skemmtilegast hugmynd sem ég heyrði það var einmitt þarna að búa til svona braut þarna á leikhúsflötina þarna rétt hjá snjókallinum sem maður getur gengið upp tröppurnar og rennt sér á snjóþotu þarna fram af. En við myndum búa til svona göng í gegn. Þannig að væri þetta að ganga eftir göngustíknum og svona snjó yfir. Það væri magnað. Já, skemmtilegt. Akkur ekki. Já. En þegar fólk að hugsa afþreyingu, bæði heimamenn og síðan ferðamenn, þá þetta svo ótrúlega mikið. Við tökum kannski eftir þessu allra helsta, einmitt hvað í leikhúsinu og það alltaf tónleikar í menningarhúsinu og Græna hattinum, en það svo ótrúlegt, sérstaklega þegar maður fylgist kannski með síðunni sem að þið sjáu nú sem visitakureyri.is, kannski sem að fleiri kannski mættu nýta sér eða hvað, því þar þessi samantekt á viðburðum. Svo við tölum nú ekki gilið, listagilið, þar sem að þetta ótrúlegt að minnsta kosti að því ég fylgist svo mikið með þessu í þessu rétt tæplega 18.000 manna bæjarfélagi sé jafn mikið af viðburðum og raunber vitni. Finnið þið ekki fyrir þessu á Akureyrarstofu að það virðist einhvern veginn alltaf vera eitthvað? Jú, ég bara mjög stoltur af bænum minn. Mér finnst að við getum verið það. Þetta alveg rétt sem hún segir. Mér finnst að kannski bæjarbúar sjálfur mættu nýta sér meira þessa síðu, visitakureyri.is. Þar
höldum út í svona viðburðadagatali og þetta sennilega sá staður þar sem best aðgengi að svona gott yfirlit yfir allt sem að gerast í bænum og til að hvetja fólk til að láta vita líka, þannig að þetta sé bara þannig. Það er svo gott að hafa þetta alltaf á einu stað. En það er fleira framundan. Þú varst nú að telja hérna áðan. Það eru Páskarnir og það er Andrés og það er Guðum og þetta hvað. Já. Hver eru helstu svona verkefnin ykkar núna framundan? Það eru vetrarhátíðin auðvitað? Já, og svo þetta er allt frá bara allir þessi viðburðir, ég menna í kringum leikhúsið og listasafnið og halda utan með þetta allt saman og Andrés og svo þetta AK Extreme strax eftir páska. Þannig að það er bara... Það er náttúrulega alveg brjálæðislega flott hérna í Gilinu þegar maður fær alltaf snýst á með maginn í hringi þegar þeir fara þarna alveg niður þessa Eimskips gáma á Grilljón. Við höfum nú sýnt það einmitt hérna á N4. Skemmtilega klikkað. Það er skemmtilega klikkað og fallegt. En aðeins þessa færð, af því það er nú búið að tala rosalega mikið þetta af því þið tengist nú svona ferðaþjónustinu með þessum hætti. Ég finn það að fólk veira sér og ekki bara, svo það sé nú ekki bara þessi gamli landsbyggðarhroki og það snúist nú eitthvað sérstaklega að höfuðborgarbúar séu svona mikla gungur, heldur bara, þetta er búið að vera alveg ferlegt ástand hversu oft er búið að vera lokað og fólk hreinlega svolítið smeygt við þessi ferðalög. Finnið þið fyrir þessu í tengslum við ykkar, tengsl við ferðaþjónustuna í bænum? Hvað segir þú? Ekki þannig beint, en þetta bara fólk maður er að benda fólki á, það er mikið að athuga bara með ferðina og hvernig veðurspáin hvort við þekkjum eitthvað til, hvað áhrif þetta hefur, en það eru þetta fleiri möguleikar. Ef Öxnadalsheiðin þá er stundum hægt að fara hérna út fyrir gegnum Siglufjörð og gegnum göngin og svona, þannig að Svo er þetta að fljúga. Og svo er þetta að fljúga, já. Það er bara ekki ókeypis. Nei, það er eins og það er, en fólk, þetta hefur bara gengið. Við áttum nú eiginlega svolítið í von á að það myndi vera einhver afpantanir í kringum eins og vetrarfríin, en það kom í ljós að það bara bærinn var fullur og allir ánægðir og sáttir og mikið að vera, þannig að það greinilega hafði ekki áhrif, þannig að fólk kannski bara tekur sér frí degi fyrr ef að það lítur betur út með spanna eða kemur degi seinna og lengir í hinn endan, þannig að þetta hefur einhvern veginn ræst úr þessu. Það hefur orðið alveg gríðarlega aukning ferðamanna. Við vorum að heyra áðan tölur sem mér varst merkilegar. Það er að það voru jafn margir, eða álíka margir ferðamenn, var ekki núna í febrúar? Nei, í janúar. Í janúar, já. Og voru í júlí 2006. Vá. Þannig að þetta átakarinn að lengja ferðamannatíminn og auka betur nýtingu af ferðamannastöðum með veturinn að skila sér. Og líka kannski hluta til vegna þess að það náttúrulega var tekið kannski átakið það væri meira líka bara opið og hreinlega í boði. Og þessi samvinna ferðaþjónustaðila. Þannig að það er fjör í þessu, það vantar ekkert upp á þetta eða hvað. Og samvinnan líka hérna í firðinum. Þetta eru þetta þó í nefni 18 manna sveitarfélag, þá er þetta náttúrulega kannski stærra svæði að við hugsum okkur oftar sem einingu frá að minnstakosti Siglufirði til Grenivíkur. Já, ég held að það er líka eitthvað sem er að síast inn svona betur og betur og við þurfum að hugsa þetta sem bara eina heild og markaðsetja þetta sem eitt svæði og allavega erlendi ferðamenn skynja þetta þannig, þetta er bara eitt og sama svæði sko, þó maður þurfa að keyra 100 kílómetra eða eitthvað. 100 kílómetra. Takk fyrir komuna. Ég bara hvet fólk til þess að kíkja inn á visitakureyri.is og kynna sér þess fjölmarga sem alltaf í boði, bæði heimamenn og gestir sem við heldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.